Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og sviðstjórar sem eru í fundarsal bæjarskrifstofunnar Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkominn til 414. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Áður en ég geng til að kynna dagskrá í dag, ætla ég að fá að leita afbrigða og að óska eftir því við bæjarstjórnar fundargerð bæjarráðs númer 941, hafnarstjórnar númer 338 og fjölskyldunefndar númer 57 sem allir sem fundi fóru fram á mánudaginn 20. Þessast í gær. Hvort þessi heimild að taka þá á dagskrá. Einhver sem vill tjásum þetta að reyfa andmælum. Ef svo ekki, þá skoðast það samþykkt og þeir verður bætt inn í fundagátt bæjarfulltrúa. Enda var bæjarráðsfundargerð 941 komið þar inn fyrir. Herru, þá göngum við til Þá hér semst á dagskrá í dag, það fundargerð bæjarráðs númer 940 og 41, tekna saman til umfjöllunar og afgreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Skipulags- og framkvæmdanefnd númer 57, hafnarstjórnar þá númer 337 og 338, fjölskyldunefnd númer 56 og 57 og í hvoru tekjast tilviki verða að tekna saman til umfjöllunar og afgreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Stjórn menningarstofa númer 35, öldungaráða númer 25 og síðan eru 3 almenn mál. Það annars vegar málefni sjómannasafns Austurlands eða slit á félaginu sem áður hafa verið samþykkt og það eru staðfestingu hér í dag. Fyrri umræðu samskiptastefnu sveitarfélagsins og síðan hér jafnframt meðmælum vegna kaupa á Gilsóstakki Breiðdal. Samþykkt sveitarstjórnar að slík meðmæli verið veitt. Þá göngum við til dagskrár og það fyrst fundargerð bæjarráðs 940-41 og Ragnar Sigurðsson við beðum orðið. Gerðu svo Ragnar. Já, virðulegur forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Nú byrjaði að bjóða nýjan fulltrúa velkomna í bæjarstjórn, sinn fyrsta bæjarstjórnarfund ef ég fer rétt með, ég vona það, hann á tinnu. Hjartanlega velkomin. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerðir bæjarráðs númer 940 og 941. Það í liði 1.1 í fundargerð bæjarráðs númer 940. Þar var verið að fara yfir framkvæmdir, það eru ofanflóðaframkvæmdir sem við erum búin að vera í Neskaupstað. Og þarna var verið að fara yfir frumdrög af útivistarsvæði í tengslu við ofanflóðavarnirnar. Annars vegar þá tjaldsvæðið og svo fjölskyldugarð. Og ég verð að segja það að þarna afar metnaðarfull áform sem að ég held að við getum verið stolt af. Og ég hlakka til að fara að kynna teikningar af þessu svæði með nánari hætti og sýna fram á hvernig við erum að tengja þá tjaldsvæðið við fjölskyldugarðinn og skapa svona skemmtilegt útivistarsvæði umlíkis Norðfjörð eða Neskaupstað og ég held að þetta verði afskaplega farsælt skref. Þetta verður ljómandi flott svæði sem að bæði gestir og íbúar munu njóta góðs af. Í lið 1-2 þar var verið að fara yfir kostnað vegna úrlausna sem að við þurfum að fara í varðandi aðstöðu og áhöld í íþróttahúsi Reyðarfjarðar. Þetta er eitthvað sem hefði átt að vera leyst á sínum tíma þegar að íþróttahúsi var reist. En það auðvitað bara eins og gengur og gerist með svona nýbyggingar. Það eru alltaf einhverjar leifar sem að þarf að ganga frá og við erum þá að vísa því hér til viðaukagerðar og ganga frá kaupum á þeim búnaði og koma upp þeirri aðstöðu og þeim áhöldum sem að vantar í íþróttahúsið og kemur þar eftir ábendingar frá íþróttafélaginu og skólanum. Í lið 1-6 þar vorum við að fara yfir minnisblað vegna þáttöku okkar í tæknidegi fjölskyldunar sem að fór fram síðustu helgi og
Ég ætla að nýta þetta tækifæri mitt og óska Verkmenntaskóla Austurlands til hamingju með glæsilegan tæknidag. Þetta var nú svona sá tæknidagur sem ég hef mætt á sem var hvað líflegastur. Ég held að þetta hafi nú verið svona fjölbreyttustu sýningarnar þarna og básarnir sem að hafa verið og einnig var frábær mæting á þennan tæknidag og sannarlega komið til þess að vera og algjörlega til fyrirmyndar hvernig var staðið að honum. Í lið 1.12 þar erum við að afgreiða tilkynningu frá Fiskeldissjóði þar sem við erum að veita móttöku á styrk vegna stríðsorðasafnsins. Það er í rauninni annars áfangi í stríðsorðasafninu og það eru 45 milljón króna styrkur sem við fáum til þeirrar uppbyggingar. Sömuleiðis í lið 1.13 þar er Fjarðabyggðarhöllin að fá 46 milljón króna styrk og svo er það nýr slökkviliðsbíl fyrir slökkvili Fjarðabyggðar fyrir það sem við fáum 15 milljónir. Og það er frábært að við séum að tryggja það að við séum að fá áframhaldandi styrki úr Fiskeldissjóði og þar erum við að svona halda þeirri samfellu við þau verkefni sem við höfum verið í og gildir hið sama í rauninni þarna eins og með uppbyggingasjóð ferðamannastaða eða framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Það sem við erum svona að sjá til þess að það sé einhver samfella í verkunum og við séum að nýta þá allan á möguleika til styrkumsókna í þessi verkefni. En áfram gildir það sem við höfum svo sem margbókað varðandi Fiskeldissjóð að það er mikilvægt að fara að leiða það til lykta hvernig því á að vera háttað í framtíðinni. Við höfum margbókað það, okkur finnist Fiskeldissjóður óþarfur og viljum í rauninni að það sé bara úthlutað úr sjóðnum bara með tilliti til burðarþolsmats fjarðanna. Og við sjáum það í nýju frumvarpi breytingar á lagareldi eða eldisfrumvarpi. Þar er gert ráð fyrir einhverjum breytingum þó svo að sé mjög óljóst en þó hafum við átt samtölu þetta þannig að ég bjartsýnn að við séum að ná að leiða það til lykta þannig að það finnist nú farsæl lausn á hvernig úthlutun úr þar segja frá þessu fiskeldisgjaldi verði háttað. Nú í lið 1.19 þar voru við að leggja til lækkun 3% á gjaldskrám A-hlutans í Fjarðabyggð og þá er full samstæðan það innan bæjarráðs að við lækkum þá gjaldskrár þjónustu sem snýr að þjónustu við íbúa og fjölskyldur 3% og þetta erum við að gera í ljósi jákvæðrar afkomu A-hlutans úr síðustu 2 ársreikningum og einnig þeirra viðbóta tekna sem við eigum eftir þá að taka inn í fjárhagsáætlun vegna loðnuveiða þar sem við vitum að við eigum þar tekjur inni. Þannig að það var sjálfsagt að stíga þetta skref og mikilvægt í rauninni fyrir sveitarfélagið hafandi bolmagn til þess að við séum að senda skýr skilaboð að við munum leggja okkar að mörkum til þess að draga úr verðbólgu þrýsting. Nú í fundargerð bæjarráðs númer 941 þar kom hér forstöðumaður Héraðsskjalasafn Austfirðinga og var að fara yfir mögulegar breytingar á stofnsamningi safnsins og þetta var lagt hér fram til kynningar og í rauninni er verið bara þarna að skerpa á hlutum til framtíðar. Við erum auðvitað komin með okkar skjalasafn á Norðfirði og verið auðvitað að horfa svona til hvernig við getum tryggt þá starfsemi í þessum 2 húsum án þess að við séum að raska aðra hvoru starfsemina en þó með sanngjarnari hætti og erum þá að svona skerpa á ákveðnum atriðum í þessu og svo verður það þá nýrar bæjarstjórnar að taka þetta aftur til afgreiðslu og samþykktar.
Þá í lið 2-2 fengum við kynningu á fyrirætlan björgunarsveitarinnar Brimrún þar sem þeir eru óska eftir framlagi fyrir nýjum sérhæðum björgunardróna og við tókum vel í erindi og fólum bæjarstjóra að ræða við forsvarsmenn Brimrúnar. Nú í lið 2-3 þar sem var verið að leggja fram áskorun frá íþróttahreyfingunni varðandi ferðakostnað foreldra vegna ástundunar í íþróttum og þetta nú okkar hjartans mál hér sem að erum með börn í íþrótta og tómstundaiðkun þar sem ferðakostnaðurinn orðinn mjög íþyngjandi og bæjarráð var sammála því að bóka og lýsa yfir sérstökum áhyggjum af síhækkandi ferðakostnaði og þar eru við að fela þá bæjarstjóra til þess að hefja samtal við atvinnulífið og skoða þá hvernig okkar þáttaka ásamt atvinnulífinu getur, hvort að við getum þá komið á fót einhvers konar ferðasjóði til þess að koma til móts við þennan ferðakostnað foreldra og ég held að það sé mjög brýnt að fá atvinnulífið til liðs við okkur í þessu svona einhvern til þess að hjálpa okkur þá með að mynda þá þeim stærri sjóð sem að gæti þá gagnast foreldrum því þetta gríðarlegur kostnaður sem farin í þessi ferðalög og ég hef miklar áhyggjur af því að þetta sé farið að valda brottfalli úr íþróttum. Annað það ekki í bili. Fyrir Ragnar, orðið laust, Stefán Þór Eysteinsson beðum orðið, gerðu svo Stefán. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Það líka að fá að fara yfir nokkur atriði hérna í fundargerðum bæjarráðs. Byrja hérna í fundargerð bæjarráðs 940 og byrja þar í lið 1-1 sem eru ofanflóðavarnirnar í Nes og Bakkagili. Svo sem eins og Ragnar kom inn á, þetta eru mjög metnaðarfull áform þetta fjölskyldusvæði og tjaldsvæði og það verður bara virkilega gaman að fylgjast með þessu. Það verður mikil sómi af þessu þegar þetta búið. Ég held við hefum auðvitað öll vilja að þetta hefði verið klárað fyrir en það var bara ekki niðurstaðan en ég held að þessi svæði sem að fara að myndast þarna, tjaldsvæði, einstaklega flott og vel hannað og fjölskyldusvæði bara virkilega skemmtileg viðbót við þarna það sem verður í Starmýrinni og það mun bara nýtast mjög vel, hlakka bara virkilega mikið til þegar þetta verður komið til og allt klárt í þessu. Aðeins undir lið 1-2 sem íþróttahús Reyðarfjarðar aðstoð áhöld, þarna var einmitt verið að fara yfir bara hvað vantaði í íþróttahúsi þar og svona skipt út nokkrum svona eldri og jafnvel göllum munum þar og ég held að það sé bara tækifæri auðvitað fullkomlega að fara í það skipta þess út og skoða þennan búnað og tryggja það aðstæðan það sé góð og ég held að það sé bara tækifæri til að skoða heildarmyndina og skoða bara hvernig aðstæðan í öllum hinum húsunum okkar líka. Það svona ýmsir vankantar á ýmsum stöðum en auðvitað bara frábært að fara í þetta og við eigum auðvitað mörg íþróttahús og nauðsynlegt við förum í að skoða þau öll sömul og taka stöðuna þeim. Þannig held sér tækifæri fyrir okkur þar í því. Aðeins undir lið 1-6 sem með tæknidagur fjölskyldunar. Nú langar bara líka að hrósa verkfræðaskólanum og öllum þeim sem tóku þátt í að skipuleggja þennan dag. Það var bara virkilega góður dagur. Ég hef heyrt það hjá mjög mörgum að þetta sé einn besti tæknidagurinn sem hefur verið haldinn lengi. Og ótrúlega gaman að sjá hversu margir mættu og virkilega gaman að sjá hversu mikið væri boði fyrir börnin og ekki síður fyrir fullorðna fólkið og strax farin að hlakka til að mæta næst. Aðeins undir liðum 1-12, 1-13, 1-14, það með styrkirnir eins og Ragnar kom inn á. Frábært að við séum að fá úr fiskeldissjóði þessa styrkveitingu þá fyrir Fjarðabyggðarhöllinni og fyrir Stýrisársafnið og fyrir nýjum slökkubíl. Þetta auðvitað bara jákvætt.
svo sem eins og Ragnar kom inn á þá höfum við bara verið sammála um það, við viljum auðvitað sjá þennan sjóð fara og verður ánægilegt þegar það verður og tekjurnar koma beint til sveitafélagsins en ég held að þessu stóðu þessum umsóknum er bara lofskilið fyrir þetta, virkilega vel að verki staðið með þetta. Aðeins undir fundargerð bæjarráðs númer 941, mál 22 sem er þetta beiðni styrk til kaups á Björgunartróna. Þetta var auðvitað bara gott og mikilvægt erindi, við þekkjum auðvitað vel hversu ómetanlegt starf björgunarsveitirnar að sinna hérna í samfélaginu okkar og hversu mikið þeir leggja á sig í því og það er þetta skiptir máli að við styðjum við þá og sem við auðvitað munum gera eins og við getum. Bæjarstjóri var auðvitað falið að taka samtalið áfram og hlakka til að fá þetta fyrir að nýju svo við getum séð hvernig við munum koma til með að styðja við þá í þessari uppbyggingu sinni. Aðeins varðandi lið 2-3 sem er með ferðakostnaður vegna íþróttaiðkunar. Þetta er eitthvað sem ég held að við séum einfaldlega öll sammála þetta snýst bara auðvitað í grunninn, þetta er jafnræði barna, jöfnunarmál og við þekkjum það bara vel á okkar eigin skinni hérna held ég öll að okkar börn þurfa ofta að ferðast ansi langa vegalengdir með tilheyrandi kostnaði, tilheyrandi álagi á fjölskyldur, tekur tíma og allt sem því tilheyrir og þetta er auðvitað bara gríðarlega mikið vandamál, þetta er eiginlega bara kerfislegt vandamál, við vitum það að landsbyggðin borgar meira þegar kemur að þessu og það er bara mikilvægt að við stöndum saman í að taka á þessu máli og bara sjá hvernig við getum stutt í fjölskyldur og íþróttafélög á svæðinu. Þetta er auðvitað risastórt byggðamál líka, við kannski þurfum að eins og Ragnar kom inn á að leysa þetta og skoða þetta vel með atvinnulífinu, við þurfum að þrýsta á stjórnvöld í þessu, koma með einhverjar raunhæfar lausnir í þessu. Það bara má ekki vera þannig að búseta ráði því hvort að börnin okkar geti tekið þátt í íþróttum. Það er ekki boðið, ég veit að við erum öll sammála um það. Aðeins undir lið 2-3-2, ekstra löng fundakjör bæjarráðs þarna. Það var greinargerð framkvæmdir ársins þar sem að sviðsstjóri framkvæmdasviðs kom inn og fór yfir framkvæmdirnar. Það er ljóst að það verður mikið að gera í sumar og það þarf að halda vel á spöðunum þegar kemur að framkvæmdunum, mikið sem liggur fyrir, mikið af þörfuverkefnum sem þarf að fara í og ég treysti á það að vera haldið vel utan þau verkefni sem eru framöndan því öll eru þau brýn. Meira var það ekki frá mér í bili. Takk fyrir Stefán, orðið er laust og skal það taka aðeins til máls og svo sem á svipuðum slóðum þessu sem hér eru undir þessum fundargerðum bæjarráðs. Taka undir með því að þær kynningar sem við áttum sér stað tengslu ofanflóðavarnar, gerð tjaldsvæðis og fjölskyldusvæðis eins og þeir hafa sagt hér bæði Ragnar og Stefán afar bara koma afskaplega vel út. Þetta verður mikil lífsgæði sem þessu fylgja eins og við þekkjum svo þegar við höfum farið í samstarfi við ofanflóðasjóð þar sem við höfum þetta verið með þessi miklu inngrip í náttúrun og reisa þessar umfangsmiklu varnir. Þá hafa móti komið svona möguleika til útivistar og annað slíkt sem hafa þá opnast og koma móts við það sem við höfum glatað og þarna erum við að ná. Ég held að verða allir mjög ánægðir með þetta og ég hef ekki trú á öðru þegar að bæði náttúrulega þegar verða hægt að fara að kynna þetta betur og svo náttúrulega hefjast handa við þetta sem verður gert núna. Ég tek svo sannlega undir við hefðum viljað að sjá þetta vera fyrirkomið, sérstaklega tjaldsvæði, af því að eðlilega hefur það mætt mikill í gagnrýni og við verðum bara viðurkenna það sem fyrir sveitafélagi vinnum með kjörin að við vorum á sein til á síðastliðnu sumri til að fara í þessa bráðabirgðalausnarstöð þangað til þetta kemur og fer í sama rekstrarfyrirkomulag og önnur tjaldsvæði hjá okkur og við þurfum að bæta úr því núna með vorinu þannig að það sé ekki drægist ekki inn í sumarið og það sé þá sú bráðabirgðalausn sem þá verði séð til sóma. Við fundum eins og jafnframt með stjórn ofanflóðasjóðs í liðinni viku, ég með Jón Árnýju og fórum með þau voru hér á staðnum og voru að fara yfir framkvæmdirnar. Bæði þar náttúrulega svona stöðuna á Norðfirði, síðan náttúrulega erum við að horfa til framkvæmdana á Eskifirði sem er út á brýnar og þar er ákveðin undirbúningur í gangi í tengslu við Grjótá og síðan erum við að fara í svona minniháttar en mikið var aðgerðir á Fáskrúðsfirði í tengslu við krapalóðavarna, þar er styrking á þeim.
Að óglemdu því að stöðaferður svo líka þarna undir sem í samtöðu einasta á. Þannig að þetta svona, við höfum hvatt ofanflóðsjóð til þess að nýta einmitt þessi minni verkefni, þegar við erum að tala minni verkefni þá með að við sko umfang stóru verkefnuna sem í gangi ofanflóðsjóða sem skipta milljörðum, að það þegar myndist svona hugsanlega tilfærslur í því fjármagni að því sé beint í þessi verkefni sem eru þá kostnaðarlega umfangsminni og við getum ráðist í þau því að öll þessi verkefni óháð stærðar alveg gríðarlega mikið fyrir okkar samfélag. Það kom svar í lið 4 frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Bæjarstjórn hafði áður ályktað að fali bæjarstjórn ræða Náttúruhamfaratryggingu út frá minnisblaði sem þið sendu inn byggingar og þekktum flóðsvæðum. Svona, við skulum segja að þetta var svona til þess að vekja umræðu. Og ég verð að viðurkenna það að mér fannst nú svona þetta mjög embættismannlegt svar enda svo sem vitum við það að byggingar eru tryggðar í náttúruhamfaratryggingu og til þess að töluvert mikla breytingar til þess að það falla ekki undir það þó að séu byggðar á þéttum flóðsvæðum vegna þess einfaldlega skipulagslög. Í dag eftir að hættumötum voru gerð, hættumatsýnum og dregnar annað slíkt, þá erum við komið með sem kringu frá 1999 að þá náttúrulega konar ákveðnar afmarkanir á það en það sem fyrir var byggt ekki hægt að hrófla við og ekki að taka tryggingaverndin af. Þannig ég hvet bara bæjarstjórn, næstu bæjarstjórn þess að fylgja þessi vel eftir. Ég nokkuð viss það að það mun verða umræða fljótlega á skipulagslög og hvernig við þurfum að taka tillit til náttúruhamfara og hættu á náttúruhamförum inn í skipulögum framtíðarinnar. Það mun verða verulega áskorun sveitarfélaga af því að það getur hugsanlega dregið úr því landsvæði sem hafa í tengslu við hugsanlega þéttbýliskjarna og svona víður land. En það einhver umræða sem þarf enga síður að takast, hún þarf að takast skynsamlega og bæði á vettvangi sveitarfélagana sjálfa, innan sambands sveitarfélaga og við ríkið. Því við erum líka að horfa til þess að öryggi sé tryggt, því að við sjáum það bara að Sigdalir sem eru gamlir, þeir geta vaknað að nýju á þessum þekktu jarðhræringasvæðum. Aðeins bara í sambandi við umsóknum styrkinu, ég fagna því eins og þeir að hér hafi verið að koma fjárframlög frá fjárfestingarsjóði. Það hefur verið ánægilegt að við höfum unnið og okkar starfsfólk hefur unnið vel af umsóknum síðust ár og við erum að ráðast hér í heilmiklar, við erum að ráðast hér í, gert og kleftir ráðast í ýmsar innviða framkvæmdir sem eru okkur nauðslegar, þó ég sannlega segi það að vonandi verður þessi sjóður bráðum að enda og þetta verður bara með beinum hætti tekjum til okkar, en enga síður þá þetta að gera það verkum við höfum getað ráðist hér í ýmsar framkvæmdir og þetta kannski hangi saman sem við sérstaklega ræða sem er 2.5 sem uppbygging Íslenska stríðsjóðsafnsins fyrsti áfangi, eins og við þekkja þá fórum við í útboð og erum fyrsta áfanga stríðsjóðsafnsins núna, erum með þennan fjárfestingaáætlun einnig og vorum að fá styrk til annars áfanga sem þá faratækja hluti þess safns og þetta var bæjar á einfallega svona að því að við erum að fá þessan myndalega styrk, við getum ekki dregið nýtingu styrkjana að skoða og fela starfsmönnum að vinna áfram og ljúka fyrsta áfanganum og hefja annan þannig að við nýtum styrkin og keyrum verkefni áfram. Við viljum sjá þetta verkefni rísa, ég nokkuð vissum að þetta verður bara gríðarleg lyftistöng fyrir safnin í Fjarðabyggð og að því að við erum hér með svo náttúrulega sérstaklega undir og eftir. Ég held að svo vegferð sem við höfum mótað núna á síðastlinnum ári 2 innan ramma menningarstofu, hvernig við horfum á söfnin, hvernig við ætlum okkur að náð viðurkenningu á söfnin undir þeirri viðurkenningu sem við höfum í sjómannasafnu, að þetta sé bara langþráð og löngu tímabært skref en við höfum bara orðið að forgangsraða í aðra þágu en mikið eftir okkur og mikið eftir þessa starfsemi. Það ekki nóg að taka á móti söfnum, við þurfum að hlúa þeim líka, það kostar peninga þó við reynum að fara skynsamlega vel með það eins og svo marga aðra þætti sem sveitarfélagið rekur. Þannig ég held að þetta hafi verið afskaplega góð ákvörðun bæjar á því að við ljúkum þessu hér á þessu ári og þetta bara innan þeirra marka. Jafnframt vil ég svona hvetja að því að hér sitja líka meðlimir í skipulags- og framkvæmdanefnd að bæjar og ítti að lyfti upp til áminningar inn í fjárhagsáætlun ársins sem voru framkvæmdir við miðbæ Neskaupstaðar sem við settum inn. Þetta sem sagt
tengsluðu deiliskipulagið miðbæni sem var unni fyrir nokkuð mörgum árum og gert ráð fyrir að Stekkjargötu verið skipt í tvennt og búin til að hluta torgúrunni. Það orðið afabringt að ráðast í það. Stekkjargata, við höfum látið þess vegna fyrir viki líða mjög mörg ár á þess að fari nokkuð einasta viðhald á henni vegna þess að hann á að breyta. Hún ekki löng, en hún steinsteypt frá, ég veit það ekki 60-70 eru komin steinsteypt í henni, eitthvað svo leiðis. Merki. En hún fann að valda náttúrulega bara, bæði náttúrulega þeim fólkinu sem býr armæð og bara þeim sem hann fara og þannig að við vorum svona að minna á að þetta bara verkefni sem innan deiliskipulags, hefur deiliskipulag til grunnu þar og við þurfum að fara að ráða þetta verkefni því að okkur hætti til að draga þeim og langt inn á sumar að byrja á svona verkefnum og að því að við erum með fjármagn í það og ég held að þetta verði bara heilmikið lyftistöng til þess að framfylgja og þarna til ekki að sjá að misleiti með því að vinna deiliskipulag og vinna framtíðarsýn þó svo að það tæki tíma að geta hafist handi þeirri framtíðarsýn bara vegna fjármagns og annarra verkefna þá erum við einhvern síðan búin að marka hana og við getum þá gengið til þeirra þannig að það svona hvatning fyrir þá sem hér er eftir að sitja á næstu árum að við þurfum að halda áfram okkar deiliskipulagsvinnu eins mikið og við getum til þess að marka sín til lengri tíma. Það var ekki fleiri sem ég vildi segja hér undir þessum lið. Orðið laust og Hundagili Bæjarás. Hjördís Seljan, gerðu svo vel, ég sá þig fyrst, svo það Kristinn Þór. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Vertu velkomin, bæjarfulltrúi Tinnar-Hrönn. Nú náttúrulega búið að fara yfir mjög margt. Ég heppir hins vegar að það eitt hérna sem ég ætla að tala sem ekki búið að fara yfir. Það greining á vef Fjarðabyggðar. Og því að það var að gera úttekt af fyrirtækinu Funksjón sem var með að vinna nýjan vef fyrir Fjarðabyggð og mér varst bara svo áhugavert að sjá það sem verið að skoða mest á heimasíðunni. Því að það náttúrulega fundagerðir mest sótta efnið. Þannig ég bara svona, þetta greinilega mjög áhugavert fyrir íbúa. Og svo auðvitað kannski einmitt líka það að stór hlutin að notendana að skoða heimasíðunni gegnum síma. Þannig að það þýðir líka bara fyrir okkur að við þurfum að hafa þetta skýrt og aðgengilegt og auðveldara fyrir íbúa að leita inn á heimasíðunni og þannig að og þá náttúrulega frábært að við erum komið með Fjarðabyggðar appið. Þannig að við getum einhvern veginn haldið áfram að þróa þessa stafrænu þjónustu áfram. Þannig að mér langaði bara að koma inn á þetta og því að mér fannst þetta áhugavert. Hver hefði vitað það að fundagerðirnar væru vekið mestan áhuga? En síðan auðvitað verð ég að nýta tækifæri fyrst og tala aðeins tæknidaginn því að hann var auðvitað síðasta laugardaginn og örugglega flest allir hér inni, flest öll hafa mætt og þetta var bara ótrúlega vel heppnað, virkilega bara fyrir allan aldurshóp. Þannig að það var ánægilegt að sjá börnin alveg gleyma sér og foreldra og eldri íbúa og allir að njóta dagsins saman. Þannig að hún var mjög fjölbreytt dagskráin og lifandi og einhvern veginn sá ég eftir því að hafa ekki bara mætt okkur þegar það opnaði. Þú veist, því að mér fannst ég ekki tilbúin að fara. Ég mætti aðeins seinna en ég hefði greinilega alveg þurft 4 klukkutíma þarna. En bara innilega til hamingju með frábæra tækninda fjölskyldunar. Og það hafa svo sem kannski allir rætt þetta hér en ég var alveg með eitt sem var ekki búið að fjalla en ég ætla að koma líka inn á fundagerð 941 í tengslum við ferðakostnað barna í íþróttum og tómstundum og eins og við vitum þá liggur fyrir áskorun frá KSÍ þar sem við erum auðvitað að lýsa yfir verulegum áhyggjum og stöðu barna á landsbyggðinni og þetta auðvitað mjög mikill ferðakostnaður og þar á ekki vinnutap fyrir foreldra, fjarvera barna frá námi og þetta skapar svolítið raunverulegt ójafnræði fyrir okkur sem búum hérna á landsbyggðinni. Þannig að ég er mjög ánægð og ég ætla bara að taka undir bæjarráði með þessar áhyggjur og það sem þeir bókuðu. Við vitum nefnilega ofta að íþróttafélögin okkar hér þurfa að ferðast mjög langar vegalengdir og kostnaðurinn sem fellur á fjölskyldur getur orðið allverulegur. Því þetta snýst jafnræði þannig að
og það má ekki ráðast einhvern veginn á búsetu og efna á foreldra hvort að börnin geti tekið þátt í íþróttum eða tómstundum. Þannig að ég fagna því að það hafin einhver vinnastafi að skoða einhverja mögulega lausnir eins og stuðning við ferðarkostnað, samstarf við atvinnulífið og hagaðila og sameiginlegan þrýsting á stjórnvöld. Þannig að ég ætlaði bara að taka undir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir Hjördís. Kristín Þór Jónasson, gerðu svo vel. Þú beðið morðið. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líka taka til máls undir vegna liðs bæjarráðs 9-1, lið 2-3 íþróttaiðkanir og ferðarkostnað og vil bara taka undir bókun bæjarráðs þar sem við lýsum yfir áhyggjum yfir síhækkandi ferðarkostnaði sem fellur á íþróttafélög og foreldra, barna sem stunda íþróttir og tómstundir á landsbyggðinni aðalega. Ljóst þessi kostnaður eru verulegur og getur sumum tilfellum haft áhrif á þátttöku barna í skipulögðu starfi. Íþróttafélagi Fjarðabyggð þurfa ofta að ferðast langa vegalengdir til æfinga, keppna og viðburða, einkum þegar sækja þar mót og keppnir á höfuðborgarsvæðinu. Þessi staða skapar ójafnræði milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins og leggur aukna fjárhagslegar byrðir á fjölskyldur út á landi. Og bæjarráð telur mikilvægt að bregðast við þessari þróun og felur bæjarstjóra að vinna tillögur á úrbótum í samráði við íþróttahreyfinguna og önnur sveitarfélög. Flott. Og þar verður meðal annars skoðaðir möguleikar og auknu stuðningi við ferðarkostnað vegna íþrótta tómstunda, iðkunar barna, í samstarfi við atvinnulífið og aðra hagaðila uppbyggingu ferðasjóðs. Með sameiginlegum aðgerðum sveitarfélaga til að þrýsta á stjórnvöld aukinn stuðning við landsbyggðina í þessu málaflokki. Og lýsi bara yfir ánægju með að bæjarráð leggja áherslu á þetta til að tryggja jafna aðgang barna, íþrótta og tómstundastarfi áháð búsetu og á fjárhagsleg staða barna verði ekki hindrun fyrir þátttöku. Takk fyrir. Takk fyrir, Kristín. Orðið laust. Þórdís, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að vera fyrst til þess að taka undir þetta Hjördísi undir lið 1-5 greiningu á vef Fjarðabyggðar. En mér fannst þess að það var áhugaverð og vel unnin greining og sérstaklega ánægilegt að sjá hvers vel hefur tekist til með hönnun og uppfærslu á nýrri heimasíðu sveitarfélagsins. Og þar eiga bara upplýsingafulltrúi og allir þeir sem hafa komið að vinnunni, hrósgrílið. En það sem mér fannst svona áhugaverðast í þessu var ekki lesningin á fundagerðanum. En mér fannst að það kom fram að það tillögunum að leggja niður heimasíður leikskólana og færa upplýsingarnar af þeim inn á aðal vef Fjarðabyggðar. Ég vil bara taka heilshugar undir þessa tillögu. Þetta er eitthvað sem ég hef sjálf verið að leggja til nokkurt skeið. Niðurstöður skólapúlsins. Þær sýna að heimasíðurnar eru lítið sóttar. Foreldrar kjósa frekar að fá upplýsingar í gegnum Karellen sem er samskiptaforrit leikskólana eða með tölvupósti. Og eins og segir þarna í lokaorðu minnisblaðsins þá er hægt að stuðla að heildstæðri framsetningu upplýsinga og jafnframt einfaldri og hagkvæmri rekstri vefmála með því að gera þetta. Þannig að ég styð þessa tillögu bara heilshugar. Takk. Takk fyrir Þórdís. Orðið laust. Kom ykkur óvart að fundagerðina væru með því mest spennandi sem menn sjá. En enginn hefur kveðið sér ljós, þá ætla ég að fá að bera upp þessar þær fundagerðir þeir sem þær saðingja finnst ekki ekki. Saðinda með 9 atkvæðum. Gott og þá er næst fundagerð skipulegs og framkvæmdanefndar með 57 orðið laust hana. Enginn kveðið sér ljós, ég ætla að fá að spera hann eftir saðinda þess að hann saðingja finnst ekki. Hún er saðinda með 9 atkvæðum. Þá er það fundagerðir Hafnarstjórnar 337 og 338. Það er ekki stórar á vöxtum, þó að málefnin sé stórt sem á þeim að fjalla orðið lausnum þar. Enginn kveðið sér ljós, þetta var að bera þar til afgreiðslu þess að það saðingja finnst ekki. Saðinda með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerðir fjölskyldurendur með 56 og 57. Orðið lausnum þær. Birgir Jónsson orðið gerði svörfingir. Forseti, bæjarstjóri, starfsmenn og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að koma inn á, allavega að byrja á einum liði úr fundagerð 56 sem er liður 1 sem er verkefni með skólasamfélaginu við Breiðdals- og Stöðvarfélagsskóla. En
við fengum kynningu á hvað við skulum kalla úttekt eða á stöðunni í skólamálum og tillögum svona til hvernig þetta efla skólastarfi til framtíðar. Og það var hann Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson frá Áskari skólaráðgjöf sem sá þetta og það var margt forvitnilegt sem kom þar fram og fyrir mína parta er þetta vinna sem að hefði þurft að fara fram árið 2018 en gott og vel. Það er fínt að það sé farið í þetta svona við að móta þessa skóla sem eina heild. Og það til dæmis kemur fram í þessari úttekt að það sé ennþá eitthvað sem við eigum að stefna að þetta sé eitt skóli. En það eru margar áskoranir sem eru þarna fyrir hendi, við vitum það og við höfum fjallað það áður hér varandi leikskóladeild á Stöðvarfirði og ýmislegt. En stærsta áskorunin þarna náttúrulega bara klárlega vegurinn á milli og samgöngurnar sem að við einhvern veginn við þurfum einhvern veginn að leggjast á árarnar það að fá einhver áheyrn með skrifurnar. Ég held að það sé bara eitthvað sem að við þurfum að leggja mjög þunga áherslu á að þarna séu einhverja varnir. Það væri náttúrulega best eða það væri göng þarna en það gengur eitthvað illa að bora göng. Þannig að ef við miðum við þessi vegur verði eitthvað áfram þá verðum við að fá okkur aðra lausn heldur en þessa grjótkassa sem voru settir þarna 2001-2002 þegar vegurinn var byggður upp. Þeir gera nákvæmlega ekki neitt og það náttúrulega bara ótrúlega oft og hefur verið gegnum tíðina. Ég man bara þegar ég var krakki að þá var grjót á þessum vegi og það ennþá grjót á þessum vegi þrátt fyrir nýlegan veg. Þannig að og þetta náttúrulega bara þannig að við erum að fara með börnarnir gegn og nokksunum í viku og þetta ekki nóg gott. Og svo ýmislegt annað sem að líka svona áhyggjuefni varðandi snjómokstur og fleira og maður getur ímyndað sér hvernig þeir að standa vaktina í skólanum þegar að morgni þegar að einhvern veginn allt er óljóst og þú þarft að fara yfir en kannski ekki og þú veist ekki hvort sé búið að moka og alla þessar hluti. Þannig að ég held að þetta sé langstærsta atrið í þessari skýrslu sem við þurfum einhvern veginn að fá vegagerðina bara til að skilja og finna eitthvað betra form á þetta hvort sem það eru grjótvatnirnar eða snjómoksturinn. Og svo kannski eitt annað sem að mig langar til að vekja sérstaka áherslu á þarna í þessum tillögum, það er aðgengi skólans að ýmissi sérfræði aðstoð. Það er eitthvað sem við höfum svo sem talað hér á þessu kjörtímabili að við þurfum að jafna betur á milli skólan okkar og ég veit það að þarna getum við gert betur. Meira var það ekki í bili. Takk. Takk að verið Birgir. Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið málið. Gerðu svo Stefán. Forseti, já, aðeins að kveða hljóðs hérna undir fundargerð fjölskyldunefndar númer 56, eins og Birgir að fara aðeins yfir hérna lið 6.1 sem er verkefni með skólasamfélaginu. Eins og Birgir var að koma inn á, þarna voru niðurstöður frá Gunnari Eyfirði Gunnþórsinni frá Áskari skólaráðgjöf og hérna svo sem bara mjög góður umræða sem átti staðinn á fundinum. Já og svo sem á fjölskyldunefndarfundur sem var líka í gær, það sem var svona áframhalda með þessa umræðu. Ég held kannski bara til að byrja með að segja ekki að segja að komur óvart, það var gaman að sjá hversu vel þetta var unnið, hversu vel ofan í flest málallana var farið þarna og þetta var bara mjög ítaleg og góð skýrsla þarna sem við fengum í hendurnar og gríðarlega mikið veganesti fyrir okkur til að taka með inn í þá vegferð að halda fram að hlúa að Breiðholts- og Stöðvarskóla og það eru þetta snýst um börnin og hvernig við getum búið til umhverfi fyrir þau til að vaxa og dafna og það var bara virkilega ánægjulegt og gaman að sjá þessa kynningu frá honum og eins og segja bara mjög góðar umræður. Sama skapið með svo sem það sem við vorum að tala í gær, þar einmitt var það sem að Birgir var að tala greinilega mikið til umræðu á fundi sem var haldinn í á Breiðholtsvík. Það voru samgöngumál, það er greinilega voð þungt af fólki og hann gerir vel í að lista upp svona styrkleika og áskoranir sem eru til staðar og það er þessi vegur, það er þessi vegalengd og þessi vegur sem að vegur ansið þungt í því. Við svo sem höfum átt mörg samtöl inn í bæjarráði við vegagerðina með þennan veg og það er eitthvað sem er nauðsynlegt að gera áfram og þá voru svo sem allir sammála það í fjölskyldunefndinni í gær að við myndum gera það áfram enda til mikils að vinna í því. Það var líka bara virkilega gaman að sjá að það var að foreldrar voru sammála hvernig ætti að halda áfram svona vissuleyti með
með skólastarfið. Það eru áskoranir þarna til staðar en það eru líka tækifæri klárlega og við þurfum að gera það sem við getum gert bara til að hlúa þessu skólastarfi sem þarna til staðar og bara virkilega gaman að sjá hversu vel starfið unnið þarna þrátt fyrir þær gríðarlegu áskoranir sem að starfsfólki þar svona að kljást við dagsdaglega. Aðeins undir lið þá 6-2 aðeins með skólavogina. Þarna eru þá gögnin komin sem að við ræddum daginn að hefði vantað. Þarna voru bara verið að fara í þessar skýrslur eins og við höfum svo alltaf gert inn í fjölskyldunefnd og sem var þá gömlu fræðslunefnd og það eru þetta mikið að gögnum þarna inni sem þetta nauðsynlegt að hafa og þetta svona gefur ágætis mynd á bara upplifun foreldra af skólakerfinu okkar og það eru þetta eitthvað sem við þurfum að taka tillit til og það er bara massingu vel og það eru þetta ánægilegt og ýmislegt sem á bæta eins og alltaf og það eru þetta bara nauðsynlegt að hafa þessi gögn við höndina þegar kemur að því að rýna kerfið sem við þetta gerum reglulega og þá eitthvað fyrir fjölskyldunefnd til að vinna með það er ekki mikil tíma eftir þessari núverandi fjölskyldunefnd en þá kemur það hlut til að næstu líka það er svona ýmislegt þarna sem er mjög athyglisvert og bara margt fyrir fjölskyldunefnd til að vinna með svo var auðvitað þarna líka aukagögn sérstaklega fyrir leikskólana það sem var að fara yfir til að mynda breytingarna sem voru gerðar það var þarna sérstök spurningakönnun send út sem eru auðvitað bara gögn sem við þurfum líka að taka tillit til og skoða vel og vandlega þegar við metum breytingarna sem hafa verið þar til dæmis sjáum við að það er helmingur allra sem svara þeir breyta dvalartímanum og hjá 65% er þessu svöru þá hækkuðu gjöldin að einhverju leyti svo sáum við líka að þá voru töluvert það að fólk var að minnka starfshlutfall vegna breytingana eða 46 fjölskyldur sem gerði það og þar voru 42 konur og 4 kallar svo sáum við líka breytingar á vinnutíma þess að skerða starfshlutfall það var töluvert líka, það voru 58 fjölskyldur sem svöruðu því játandi og þar var móðurinn að breyta vinnutíma í þessum 45 fjölskyldum og 13 tilvikum þá voru það kallar. Þannig við sjáum það svona af þessu að dæma þá er þetta 104 fjölskyldur í Fjarðabyggð sem að nýta leikskólann okkar sem að breyttu í starfshlutfalli eða vinnutíma og þá í 87 tilfellum af þessum 104 þá er það móðurinn sem breytir sínu starfshlutfalli á vinnutíma. Eða vinnutíma. Þannig það er svona ýmislegt fyrir okkur til að nota, til að nýta og til að rýna þessar breytingar áfram. Ég held að það sé nauðsynlegt til að ná einhvers konar jafnvægi í kerfinu og þannig við séum að skapa svona umhverfi fyrir fjölskyldur okkar líka til að dafna auðvitað í samstarfi við leikskólana. Það er auðvitað ýmislegt þarna sem er jákvætt að breytingunum sem er 10. þarna og bara ég held við þurfum að taka allt þetta inn í reikningin þegar við skoðum og rýnum svo þessar breytingar sem hafa verið gerðar. Meira var ekki frá mér í bili. Takk. Takk fyrir Stefán, orðið laust undir fjölskylda Ragnar Sigurðsson. Orðið gerur svo Ragnar. Já, takk fyrir. Ég ætlaði raunin bara að taka undir með Stefáni varðandi það að það er mikilvægt að rýna þessi gögn vel og vandlega og fara yfir þetta sem að var þetta lagt upp með í upphafi þegar við fórum í þessar breytingar á leikskólakerfinu okkar að þá tókum við það ákvörðun að fara í þetta og taka svo mat út frá reynslunni á breytingunum og það er auðvitað að sjá á þessu að upplifun foreldra er misjöfn en maður sér líka ánægju með sveigjanlegan vistunartíma og við sjáum það líka að af okkar gögnum eða við breytingar á vistunartíma að þá er álagið að minnka á leikskólanum. Við erum að ná að fækka ófyrirsjáanlegum lokunardögum líka, það sýna gögnin líka og þetta hefur nefnilega aldrei snúist um tekjur sveitarfélagsins en það sér maður það með við hvernig vistunartíminn er að þróast og þá held ég að tekjurnar sé ekkert að aukast mikið þó svo ég hafi ekki rýnt það sérstaklega
en þá horfum maður bara á það vegna þess að foreldrar eru að minnka eitthvað vistunartíma og þar þá ódýrari í rauninni leikskólagjöld. En ég gerði það nú bara til gamans núna daginn að tína til bara þær breytingar sem hafa verið á leikskólagjöldum hjá okkur og svo öðrum sveitarfélögum, vegna þess að mér finnst umræðan pínulítið villandi hérna í sveitarfélaginu og mér hefur fundist einkennilegt hvernig stéttarfélög hafa einkum verið að horfa til Fjarðabyggðar í þessu. Ég veit ekki alveg hver tilefnið en kvenka mér svo sem ekkert yfir gagnrýni, en ég fór bara yfir þetta og ég var að skoða bara með að við núverandi gjaldskrá, þá kosta 6 klukkustunda vistun í Fjarðabyggð rúmar 17.000 krónur meðan það kostar tæpar 28.000 krónur í Múlaþingi. Vistunartíminn þar á 8 klukkustundir er dýrari í Múlaþingi, hvort sem það er með eða án fæðis. Vistunartímið fyrir 8 tíma þar, eða viðbótarvistun, er dýrari í Múlaþingi heldur en hér. Við erum undir þessu þaki sem að Samfylkingin hefur boðað varðandi 8 tímana. Þakið hjá þeim, sem ég veit ekki hvort það er með eða án fæðis, er 50.000. Með fæði hjá okkur er tæp 42.000 krónur, meðan það er tæplega 58.000 hjá Kópavogi, það er 53.000 í Reykjavík, tæpar 49.000 í Reykjanesbæ, 47.000 í Akranesi, 48.000 í Borgarbyggð. Auk þess erum við með mjög góða systkinaafslætti og við erum jafnframt með mjög mikla tekjutengda afslætti með önnur sveitarfélög. En í öllum samanburði þá stöndum við vel og erum með hófleg gjöld með mörg sveitarfélög og erum alls ekki eins og margir hverjir hafa verið að gefa í skyn að við séum með þeim hæstu. Það er af og frá, en sannarlega þurfum við að horfa til upplifun foreldra og taka mið af því og halda áfram að þróa þetta kerfi þannig að það gagnist bæði starfsfólki leikskólana, leikskólastarfinu og foreldrum og að sjálfsögðu börnunum. Ragnar, orðið er laust, ég ætla að fá hans að kveða með hljóðu sem mitt og svo bara taka undir vegna þess að ég skoða þessa úttekt og í henni, já, sannlega eins og kom fram hjá Ragnari, það er bara hluti sem við þurfum að skoða og var einmitt til stemt með breytingum á kerfinu, menn myndu fá það fram og skoða það, en hvað varðar einmitt þennan þátt sem hann fór vel yfir, hvað var að tekju, eða sem sagt, eins og þetta eru á stundum sett fram að þetta sé spurning um tekju sveitafélagsins. Leikskólagjöld eru ekki, tekjur og leikskólagjöldum er ekki stóri leikbreytirinn hjá Fjarðabyggð í hérna því. Heldur hefur því verið mjög hófstillt gegnum tíðin og jafnframt þessum breytingum. Í innleiðingu breytingar sem kom frá Ragnari var sérstaklega hort til þess að fara að hækka viðmiðinni samt við tekjur, eða semst vera ekki með lægri viðmið heldur hafa viðmið herri, og mér hefur fundist það afar sérkennilegt einmitt að upp á síðkastið að fylgjast með hagsmunum verkalýðshreyfingunni taka hér Fjarðabyggð sérstaklega til umfjöllunar á sínum miðlum. Það er alveg sjálfsagt að taka rökra þetta og hafa því skoðinu hvort sé gott eða slæmt. Það býður sveitarfélagana mjög miklar umræður ef svo skýrsla sem lögð fram í þjóðhagsráði, sem kallast Brú bili og lögð fram í þjóðhagsráði fyrr á þessu ári, ef hún á að verða, þá býður það gríðarlegar umræður við sveitarfélagana milli ríkis sveitarfélaga. Því að hún fyrir ekki bara í sér breytingar og rekstrakostnað, hún fyrir ekki síðan fyrir mörg sveitarfélag gríðarlegar fjárfestingar. Að ógleymdu því að mönnun kerfisins og þegar við stigum þessa breytingu, og þetta er ekki fyrstu breyting gott fólk sem við höfum þetta farið til þess að reyna að styrkja mönnunamódel leikskólans og við höfum gert það ítrekkað á síðustu árum til þess að geta einmitt koma mót sér fólki okkar sem vinnuðar til þess að þurfa ekki að loka deildum vegna mannafæðar og minnka starfsmannaveldu. Það var inntak þessara breytinga. En að sjálfsögðu þá taka menn það út úr því, svörin núna og hérna við viljum ekki að halla á í jafnrétti í þessu máli. En svona ég er svona velti fyrir mér
hvort að tilgangurinn helgist undir meðalið hjá einhverjum í þessar umræði sem átt sér stað og verið mjög, að mér finnst mjög sérstök, hvernig hún hefur bein sérstaklega Fjarðabyggð, því að sannlega eins og kom frá Ragnar í ágæti samantekt þá erum við undir viðmum. Enda var til þess hort í breytingum. Það var ekki fleira. Orðið laust fundargerð fjölskyldunefndar. Stefán Þóru við beðum orðið, gerðu svo Stefán. Forseti, já, ég held einmitt að og þess vegna einmitt er svo mikilvægt að við rýnum af hverju við erum að sjá þessar tölur sem við erum að sjá. Af hverju við erum að sjá, af hverju þetta er einmitt upplifun fólks, af hverju við erum að sjá konurnar okkar sem er að minnka við sig og af hverju þetta lenda þeim megin. Þannig ég svo sem bara einmitt ítreka það sem ég sagði áðan. Við nýtum öll þessi gögn sem við höfum til að fara yfir þetta og gera vel og vandlega. Ég reyndar varandi fækkun og óvæntum lokunardögum. Mér fannst reyndar athyglisvert í minnisblaðinu þá var orðað þannig að það væri vísbendingar til þess en ég gerum ráð fyrir það sé svo en við þurfum kannski að hafa gögnin það líka en já, þannig að við rýnum þetta saman, trúið því. Takk fyrir Stefán. Orðið laust, engin kvöld ljós í það að beru fá fundargerð í fjölskyldur 56 og 57. Það eru saman þetta með 9 atkvæðum. Áður með göngur til næsta liðar þá hefur Kristinn Þór Jónasson vakið athygli á vanhæfi sínu undir lið 3 í stjórn menningarstofu, fundargerð 35 og ef enginn hreyfir því andmælum þá verður sá liður tekinn sérstaklega til umfjöllunar og afgreiðslu. Þannig að liður 3 Gunnar tekinn fyrir sem eftir bæjarhátíðir. Leið og ég opna mæliskrá sko eftir að fá að taka til máls undir þessari fundargerð og að því ég veit að bæjarfulltrúi Birgir býður eftir því, hún gengur betur að skilja hana þegar ég er búinn að fara yfir hana. Ég ætla aðeins að fá bara að koma inn og bara hvetja ykkur til, það er í verkefni menningarstofu. Biðan bæjarfulltrúum og ég veit að þeir eru alls búin að kíkja á það. Innsæfi, listahátíð Fjarðabyggðar mun fara fram 1. til 20. júní næstkomandi, þetta er tvíæringurinn, haldinn 2 ára fresti og ég vil bara hvetja ykkur til þess að skoða það mjög fljótlega fer kynning á stað, það er verið að bara koma saman svona restina af dagskráni og við svona göttum til þess stjórn menningarstofu að kynning hæfi sem fyrst fyrir íbúa á Austurlandi. Þetta er afar, finnst mér, metnaðarfull og flott dagskrá sem búið að setja upp á vegum menningarstofu. Dreifist hér sveitarfélagið og verða viðburðir sem bíðast. Og ég hvet ykkur til þess að nýta ykkur og vil bara sérstaklega hrósa starfsmönnum okkar í menningarstofu og lýsa því gott fólk að því ég fer nú að hætta hérna og þá þurfum ekki að hlusta á mig lengur og það gleðjast einhvers því. Í margri stefnumörkum sem við höfum lagt í Fjarðabyggð á þeim tíma allavega sem ég verið í bæjarstjórn þá finnst mér ég afar stoltur og ánægður með að það fengi að koma því ásamt fullt öðru fólki náttúrulega að móta menningarstofu. Þetta var verkefni sem við svona veltum mjög fyrir okkur hvernig við getum elt menningarlíf og líka elt menningarlíf bara þetta sjálfsbrotna og þetta myndi tala saman þessi tvö og menningarstofu er styðjandi við að hjálpa bara fólki, listafólki, fólki stendur fyrir menningarafburðum, félagsamtökum, leiða inn, ná að kynna það. Mér finnst við vera að ná þess alltaf betur og betur. Það hafa alveg eflaust eins og í öllum þegar við hófum innleiðinguna og höfum séð margt sem hefði þetta að fara betur. Við erum að ná að setja það auki í fé líka og menningarstofa finnst mér vera mikið framfaraskref. Það verður, gott fólk, úti á landi, ekki síst, þá verður að vera koma til bæði frá ríki og sveitarfélögum mikill vilji og mikill stuðningur menningar. Því að við þurfum á því að halda hér eins og við allstaðar annars staðar. Hér sé öflugt og kröftugt menningarlíf, fjölbreytt og það sé jarðvegur fyrir því og leið að og við yrkjum það jarðveg. Þannig ég hvet þá sem hér sitja næst að standa vörð þessa stofnun og það sem við erum að gera og efla hana frekar heldur en hitt. Síðan bara er svo sem ekki annað heldur en bara svo þarna við komum fram, við vorum og var hér frætt áðar að við erum að horfa til þess hvernig við höldum áfram og erum að leggja áherslu á
að ljúka þessum áfengum hérna stríðsósamni upp og sýningin færist þar yfir og eldarhús muni víkja og svo framvegis. En það er annað og svo bara lýsir ánægði við höfum fengið styrktarsjóður Eignarhaldsfélags Brunabótafonds Íslands. Við höfum sótt hérna hverju ári, þetta er ekki stóru styrkinir en þetta sýnir okkur þá viðurkenningu sem við erum að fá. Það verður að sækja með tengslu við sýningarhönnun á stríðsósamni og nýst vel þó að það sé kannski ekki háir í stóra samhengi. En það var ekki fleira. Orðið laust. Einhvers ljós ætli að bera fundargerðina undanskildu lið 3 upp til afgreiðslu, þeir sem hann sagði ekki vinskeiðmerki. Hún sagði þetta með 9 atkvæðan, Kristín, þá má þú víkja úr sal og við tökum fyrir lið 3 sem eru bæjarrátur í Fjarðabyggð eins og var hér síðast, þannig að vera að staðfesta bara þessa samkomulag, þessi hljós. Svo er ekki allir að beða mér að afgreiða þennan lið, þeir sem hann sagði ekki vinskeiðmerki. Hann sagði þetta með 8 atkvæðan og Kristín má ganga í sal aftur. Þá förum við næst í fundargerð Öldungarás nr. 25, orðið laust hana vill einhvað þessi hljóðs. Svo verðist ekki verið að bera eftir samþýttar, hann er samþykki vinskeiðmerki, hún sagði þetta með 9 atkvæðan. Þá er að hér í konum liðin almenn mál, þar er fyrst málið með sjómannasafnsaustuðans eða slítfélagsins og þessu vísa hér frá bæjarráðsfundi sem haldið var í gær, 20. Til staðfestingar slítum og sjómannasafni Austurlands, þá er ég að tala sjálfseignarstofnun á bakviða, ekki hinu fysisku sjómannasafni. En bæjarráð samþykkti þessu munið 17. nóvember síðastliðinn og bæjarstjórn staðfesti þann gjörning 20. nóvember. En þannig erum við þetta bara að horfa til þess að slíta sjálfseignarstofnunum sem á bakvið félagi hefur verið. Sveitafélagi var orðið 90% rekstraraðili þess forms. Og að læði því til 90% af tekjum. Við teljum að með þessu getum við stíið og með því að samþætta það bara safna hluta menningarstofu, þá getum við stíið hér stærri og meiri skref í áframhaldandi þróun safnum okkur. Sjómannasafn Austurlands er gríðarlega mikilvægt og flott safn. Hefur viðurkenningu safnaráðs líka og þetta er bara liður því að áframhaldi svona uppbygging og stefnumótun á grundvelli safnamáli í Fjarðabyggð. Við höfum gengið frá öllum formsatriðum vegna yfirfærslu rekstrarins og eignandi sveitafélagana og við þurfum að fá staðfestingu bæjarsnar og endanlegum þannig að þessi gjörningur og hann miðast til síðustu áramót. Orðið laust þetta. Engin kveðis ljós, þá óskætti því að bæjarstjórn staðfesti þetta. Þetta er staðfest með 9 atkvæðum. Þá erum við hér komin í lið sem er samskiptastefna 2006 fyrir umræða, menn þekkja það að nokkuð síðan að sveitafélagi setti sér samskiptastefnu sem fjallar svona samskipti sveitafélagsins út af við. Hér hefur átt sér stað endurskoðun samskiptastefnu, það hefur ekki átt sér stað efnislegar breytingar nema hvað varðar að kaflar hafa verið uppfærðir svona með tillit til nýrra kerfa og tækni sem við erum farin að nota. Og eins og stafrænu pósthólfi Ísland.is og íbúappi og öðru slíku. Orðið laust hér samskiptastefnuna í fyrri umræðu. Engin kveðis ljós allir óskatti að bæjarfulltrúar og samþykkja vísan til síðar umræðu. Það er sagðið með 9 atkvæðum. Þá er hér komin lið 10 sem er meðmæli vegna kaupa á Gilsárstykki í Breiðdal. Þessi vísaði þá bæjarráði til staðfestingar bæjarsnar að veitt verði meðmæli vegna kaupa Guðnýjar Harðardóttur og Jörni Gilsárstykki í Breiðdal af ríkissjóði en þú hefur heimild til að kaupa jarðir sem þú hefur setið ákveði lengi af ríkissjóði og leigir að þeim en þá þurfa að fylgja með meðmæli frá viðkomandi sveitarstjórn. Svolítið sérstakt í endurskoðun á jarðalögunum að þetta hafi þessu hafi ekki verið breytt líka. Þannig að sveitarstjórnin hefur, og við hefum svo sem veitt þetta áður og hér óskum eftir því orðið laustum náttúrulega hér. En við óskum eftir því að bæjarfulltrúar staðfesti að þeim meðmæli verið veitt og Guðnýju þannig á þann veg að hún geti óskættir á jörðina keypta. Engin kveðis ljós, ég ætla að bera þetta upp til samþykktar. Það er þá samþykkt með 9 atkvæðum. Jæja gott fólk, þá erum við búin að tæma hér dagskrá í dag. Á boðaðir bæjarstjórnarfundir er bara einn eftir á þessu kjörtímabili. Sem fer á að fara fram 13. maí sem miðvikudagur vegna þess að sem er frávik frá hefðbundinni svo ég útskýri það og að sé við vafa hafið að samstarfsfólk mitt hér í bæjarstjórn, það sé með þá reynu það er vegna þess að daginn eftir er úrstendingadagur og hann er nú helgur dagur og
Nei, þannig að við verðum þá með, og það er þá, eins og ég segi, það er gert ráð fyrir að það verði sér síðasti fundur þess að kjörtíðanbils. En bæjarfulltrúar hafa það í huga að 15 dögum frá kjördegi þá situr núverandi bæjarstjórn eða er til staðar og fram að 1. júní. En við gerum nú sem ekki ráð fyrir að verði mikil verk á þeim tíma. Þannig að þá er ekki fleiri hér í dag, þá bara þakka ég bæjarfulltrúar á fundsetun og segi fundi slítið.